gestir, geggjað spjall, hér í sófann. Ok. Já, herðu komið sæl í sófann hérna í Samfés Plus. Ég heiti Bjarki og kemur félagsmiðstöðinni Kúlunni og ég fekk hérna til mér frábæra gesti í dag. Steinar úr félagsmiðstöðinni Ekko í Kópavogi. Já, og Torfi úr félagsmiðstöðinni Jemen í Kópavogi líka. Já, og hvað ætlum við að ræða, Steinar? Með hugmynd? Það er góð spurning sko. Ég var eitthvað að pæla, ég kom með uppástökun að ræða Kópavogi en við ætlum ekki að gera það. Nei, sem ekki að það. Þú með ykkur hugmynd? Já, ætlum ekki að ræða bara starfið og Jú. Hvað þýðir að vera félagsmiðstöðar starfsmaður? Einmitt. Já. Það er góð hugmynd. Það er góð hugmynd, tökum það. Já. Viltu byrja? Hvað? Þú ert félagsmiðstöðarmaður. Heldur betur. Hvað ertu búin að vera lengi? Ég byrjaði að vinna 2014. Já. Í 50%. Af hverju, þú veist, af hverju byrjaði þarna? Sko, ég var búin að sækja mig áður. Fyrst nei? Ég fekk nei. Ok. Já, en aðmyndu. En svo árinu setna þá datt ég inn í Jemen og búin að vera þar síðan. Og ástæðan, sko, ég er kennaramenntaður og ég hugsaði þetta sko bæði náttúrulega sem vinna með námi og líka til að fá reynslu, þú veist, að vinna með ólíkum og myndi nýtast mig vel í hinu starfinu. Þú ert keppnismaður í grunninn. Já. Þú gefst ekki upp svona? Alls ekki, og þetta átti bara að vera svona lítið svona side project. Já. En hafði vinningin, þú veist, ég fór að einbeita mig meira að því að vinna í félagsmiðstöð heldur en að vera kennari. Og býtu, af hverju gerist það? Af hverju er það vinningin? Já, gaman. Og átti svona einhvern veginn betur við mig bara. Já. Fór kannski vitlaust svona hættir í kennaranáminu? Reyndar ekki. Nei, þú ert í kennaranáminu. Já, ég byrjaði 2012 og ég er að klára núna í sumar. Einmitt. Þannig að 5 ára nám varð 9 ára nám. En Steinar, hvað ert þú að gera hérna? Herru, ég er eiginlega bara að kemur sama á Torfi, sko. Ég byrjaði að vinna líka í félagsmiðstöð 2014, sem var fínt. En ég fekk reyndar já frá Amundu á sínum tíma þegar ég sótti en sem er mjög gott. En það er einmitt komið núna, verða komin, 7 ár síðan að ég byrjaði. Já. Þú ert búin að vera aðeins lengur. Já, ég hóf minn feril í Kópavoginum sko sem hlutastarfsmaður og fór svo viltist yfir í Reykjavík og fekk ágætis reynslu þaðan og fór svo aftur heima hana sko. Þú ert mikill reynslubolti í þessum gera. Nei, í alvörunni, hvað er það komið? 12 ár? Já, 12 ár. 12 ár. Varstu undirbúið fyrir? Ég er búin að researcha. Þú byrjaðir að vinna í félagsmiðstöð áður en þú fórst í námið eða var það á sama tíma? Það var áður sko. Já. Ég var að klára menntaskóla þegar ég byrjaði hlutastarfi. En þú byrjaðir í félagsmiðstöðinni Þebu, eða ekki? Jú, já, stemmir. Sama hér, sko. Góða stað til að byrja okkur einlega. Já, frábær stað til að byrja. Og vera á. Æðislegur staður. Já, eins og Brynborg. Já. Þetta er svona maður. Vitið þið hvað? Ég held að við, bara svona sem geirinn, núna er alltaf tilheyrum einhverjum geira, eða ekki? Og ég held að geirinn okkar sé að verða úlingur. Ég held að við séum í svona 7. bekk. Við 3? Nei, geirinn. Já, geirinn, já. Hann er ekki komin lengra? Já, ég skil þig. Skiljiði mig. Eru það að tengja? Já. Við erum ekki komin á þann stað sem að myndum vilja vera á. Ég held ekki, nei. Hvar myndum vilja vera? Sko, ég er náttúrulega, ef ég tala eins og, þú veist, frá okkar sjónarhorni sem er náttúrulega Kópavogur aðalega, þá myndi ég vilja sjá miklu meira, sko, ég myndi vilja sjá meiri opnanir í Kópavogi til dæmis, meira aðgengi að félagsmiðstöðunum í Kópavogi, meiri fagleika eins og, þú veist, meiri, fleira starfsfólk í hverja félagsmiðstöð til dæmis. Ég myndi vilja sjá aukið pláss, að félagsmiðstöðunum að fá að taka pláss í bæjarfélaginu meira. Heldur en að gera núna. Nú erum við inn í skóla og það er mjög misjafnt eftir til dæmis félagsmiðstöðum hvað við fáum mikið í rými. Það er mjög ábótavant sumstaðar sko. Annars staðar er það ágætt. Þetta er allt eitthvað sem að ég, þú veist, við sjáum þetta í fjarska. Já, og þú veist, það er búið að vera lengi einhvern veginn að berjast því að hann gengur illa að ná fram sko. Já. Þú veist, og framfærið taka tíma.
að gera það, en það einmitt, þú veist, þetta að við erum ekki komin alveg þar sem að við viljum vera sko. Einmitt. En hafið þið upplifað svona fordóma í garð starfsins ykkar? Já, Heldur betur. Er það? Já, alveg svolítið sko. Er það frá skyldfólki eða kennurum eða eru með eitthvað sem vilja deila með okkur? aðalega fara á sko fullorðnu fólki, sko meira fullorðnu en okkur sko. Svona einmitt, það er eitthvað svona gamlar frængur eða eitthvað frændur svona sem að, þú veist, sérstaklega í mínu tilfelli, þú veist, ég byrja, þú veist, ætla mér að vera kennari og það er bara svona, hvenær ætlar að fara að gera eitthvað alveg stöf, hætta að leika við krakkana. En fordómar byggjast á hverju? Já, bara vanþekkingu. Það er rétt. Já. Það er rétt. Þannig að maður tekur sér tíma í jólabóði eða ammali eða eitthvað að fræða bara. Einmitt, líka þegar gamla frænkan var í félagsmiðstöð. Ef að félagsmiðstöðin var til þegar gamla frænkan var ung. Já. Þá voru þau kannski líka bara að sulla í landa og reykja á opnunum, skilur. Já, algjörlega. Eða með starfsfólki fyrir utan félagsmiðstöðina. Einmitt. En svo finnst mér sko svona með jafnaldrakkar, svona kannski milli, þú veist, það er búin að vera í þessi nokkur ár, kannski svona 25-31, þá er svona, já, er það ekki bara útrúlega góð staða að vera forstöðumaður? Þú veist, bara búin að koma það vel fyrir og bara, þú veist, þannig að það, greinilega þar er svona, greinilega eitthvað svona, fólk veit betur. En fáið ekki spurninguna, eru þið enn þar? Já. Þegar síðast í hádeginu. Já, það. Já. Hvað er þetta að gera núna? Það var tónlingur. Já, það var ákveðin svona, hjá mér allan, það var svona, kom bara ákveðin moment þar sem maður fattaði bara, þú veist, hvað starfum maður sem mikilvægt, skilur. Það var bara eitthvað, bara ein kvöldátt sem bara mann sérstaklega eftir og þegar maður var stöðugt að fá þess að svona eitthvað, hvernig ætlar að fá þér alvöru vinnu, hvernig ætlar ekki vera að vinna alltaf á kvöldin, eitthvað svona. Þá en þú veist, við erum bara á vaktavinnu, þú veist, eins og læknar og við erum að bjarga mannslífum. Já, ég man eftir að þú sagði það einhvern tímann á einhverju fundi. Já. Það var svo flott hjá þér, sko. Já, takk. Þú veist, það meikaði svo mikið sens. Já, þú veist, þannig að maður ágætur að réttlæta að vera í vaktavinnu út af að maður er bara að spila borðtennis. Út af þannig er ekki staðan, skilja. Að við erum, þó við fáum aldrei kannski beina tilfinningu fyrir því að við séum að bjarga mannslífi, þá viljum við samt trúa því og vitum að við erum að gera það. Það ekki? Algjörlega. Já, ég þurfti bara að koma svo frá mér. Já, það ekki. Gott. Þetta er alveg satt, sko. Eða þú veist, að því að það eru margir krakkar þarna úti, sko, sem eru, þú veist, sem að hafa ekki neitt. Já. En mæta mikið í félagsmiðstöðina. Og þetta er þeirra heimili, nánast, sko. Eða þú veist, þeim líður betur hjá okkur heldur en heima á sér. Einmitt. Og sem betur fer örugglega ekki algengt, en það eru samt þessi krakkar, sko. Og það er alltaf bara hvað, ef að félagsmiðstöðin væri ekki þar, hvað hefði þessi krakkar? Nákvæmlega. Við erum líka svo mikið, sko, janga móti skóla í ynginu, sko. Já, algjörlega. Við finnum allan að ég finn meira og meira að skólinn fyrir að fatta hvernig við virkum og þeim vantar einhverjar mjúkar línur, sko. Já. Ekki sinn kassa, sko. Algjörlega, sko. Það er bara að leiðbeina einhverjum kennurum hvernig þeir eiga ekki verið í kassanum sínum, sko. Já, nákvæmlega. Einmitt, sko. Og það er einmitt þetta með eins og með alltaf, þú veist, fjölbreyttan nemendahóp núna sem er í öllum skólum og þú veist að þá hentar mjög vel eins og við erum í félagsmiðstöð sem er inni í skólum, þú veist, alltaf félagsmiðstöðar í Kópavogi eru þannig að það hefur klárlega sína galla en það hefur líka sína kosti og það er einmitt þetta, þú veist, samstarfi við skólan og veita líka þessum nemendum sem að höndla kannski ekki þessar hörður línur skólans, þú veist, atkvæði við daginn meðan þeir eru í skólanum og mikið tækifæri til náms í félagsmiðstöðunum. Já. Ég verið að leta svolítið í því, sko, þú veist, að því við erum svona innan skólans, þá er svona, þú veist, það eru svona aðeins öðruvísi reglur hjá okkur náttúrulega í félagsmiðstöðunni. Ég er búinn að vera tekinn svolítið svona í tal af skólastjórunum og mér líður svona, ég upplifi mig svona eins og ég sé bara unglingur, en þá er þeir kannski að koma með, þú veist, nammi eða pítsur eða eitthvað, þú veist, á skólatíma og geta borðað í skjóli félagsmiðstöðarinnar en
við náttúrulega þurfum væntanlega að lúta sömu reglum úr skólinn. Já, Það er náttúrulega svona eitt galli sem að við það að vera svona undir sama þaki. já. Já. Lendi þið mikið í því? Nei. Þú veist, ég er ekkert Að vera- skólinn eins og hjá mér skiptir sér eiginlega ekki af því hvað við erum að gera þótt að það sé á skólatíma inn í okkur. Nei, en þú voru Svo líka lengi áttaði- sem að ég passa að krakkarnir mæti í tíma. Þú líka áttaði á staðsetningunni á þínum skóla. Þú veist, hjá mér er pizzan, Snæland, Krónan, allt í göngufæri. Já. Það er svolítið langt í næsta, þú veist, Næsta bakari. Hamraborgina hjá þér, sko. Þannig að kannski það get ekki komið aftur, þú veist, eins og í fyrranesti. Nei. En þú fer stundum á pizzuna líka, ekki? Jú, Á skólatíma. skólatíma. Ég er að reyna að borða Þú fyrir ert náttúrulega fyrirmyndið, ekki? Jú, Já, þú sýnir fordæmi með því að framkama. Bara á En pítsu. ég, gaman að segja frá því að ég er hættur að drekka orkudrykki já, flott. og ég er bara allt annað maður. Það ekki? Jú. Ég sé bara á þig líka núna, bara orkan. Er það ekki? Jú, hún. Ja, þetta er einnig eina sem að Pepsi Max Já. og ég Með fullt ég af- leifi mér það. Við erum fullt af auglýsingum í þessu þætti. Við erum búin að auglýsa Breinborg og Pepsi Max. Hljótum að fá okkur styrki fyrir samférs. Já, og Domino's pizzan er líka þarna rétt hjá konunni bara Já. til að það komið fram. Já, Það ég tala um pizzuna. einmitt. Já. En já, Já, þetta er svona maður. En hafið lent í ykkur svona, þú veist, einhverju vandræðilegu vinnunni, eitthvað svona sem er gaman að hlæja að. Okay. já, auðvitað. Já, eftir með ykkur að sögu það? Ég veit ekki. Nei, enga. Nei, þú veist. En hvernig finnst þér að vera félagsmiðstöðarstarfsmaður? Er það erfitt? Það getur alveg verið það, sko. Af hverju er það erfitt? Það er svona bara, ég veit það ekki, það er svona, ég finna það svolítið svona í muninum á því að vera kennari, af því að maður er aðeins búin að kenna, Já. að þá er sko, mér finnst einhvern veginn svona tengslin milli félagsmiðstöðar starfsmanns og unglings vera miklu svona, ekki alveg á jöfnu leveli, en svona jafnara. Já. Þú veist, kennarinn er svo mikil drottnari, sko, Einmitt. og stundum, þú veist, það sem er erfiðast í þessu, það er, þú veist, að því að krakkarnir og unglingarnir treysta manni og eru að tala við og segja bara, þú veist, halda bara að segja að segja allt um hann. Að, þú veist, en svo er maður líka náttúrulega fyrir stunda á forvarnar, já, bara með þessi gildi, þú veist, með forvarnina, að þegar maður þarf að aðeins að svíkja og brjóta traust. Já. Það er alveg, og þá eru þið bara eitthvað, býttu, ég held að við værum vinir, það er ekki vinur minn, Einmitt. akkur gerir þetta? En þau fatta það svo bara Já, 21 að Já, að nú þetta skilji hvað hann var að pæla. nákvæmlega. En samt vill maður hafa, þú veist, þessi samskipti sem eru bara svona, eins og það maður líka að passa sig. Já, en þegar þú hefur verið að kenna, nær það haldi í eitthvað svona element úr? Já, á kostnað þess að missa kannski, þú veist, agan. Ég get ekki, þess vegna er ég líka bara, þú veist, ennþá í þessu, ég get kannski verið meira ég sjálfur, Já. heldur en að vera eitthvað svona, það er svo leiðilegt að vera, þú veist, grimmur, sko. Það er alveg, þú veist, maður fær bara hausverk. En það er náttúrulega örugglega stærsti kostunum við þetta starf, skilur, að maður getur verið maður sjálfur. Já, og ekki með hausverk. Rosa mikið, sko, og ekki með hausverk. Það er reyndar, nei, ég fæ aldrei hausverk, ég meina það. Og þú veist, maður er einhvern veginn, Þú fær aldrei hausverk? nei, mjög sjaldan. Og sérstaklega ekki út af vinnunni, Nei, út af hverju öðru. En út af hverju ertu að fá hausverk? Nei, ok, höldum hana, hvað segirðu? nei, ég veit ekki, eða þú veist, við erum að tala um að vera maður sjálfur, af því ég hef líka alveg unnið, þú veist, áður en, þú veist, og svo hittir maður einhverja félaga, skilur, sem að eru í alvöru vinnum, innan gæsalappa, skilur, og þeir eru alltaf, þú veist, það er alltaf leiðilt í vinnunni hjá þeim, í alvörunni, sko. Já. Ég á enga vini Sama hér. sem að segja bara, þú veist, eina sem er skemmtilegt við vinnuna þeirra er þegar er eitthvað svona starfsmannadjami eða eitthvað. Já. Eða þegar það var eitthvað, þú veist, eitthvað óvissuferð sem er einu svona árið, skilur við. Já, einmitt. En þú veist, við komum mjög fleiga setningu hérna, þú veist, hvert kvöld hjá okkur er bara óvissuferð, skilur við. Nei, í alvörunni, þú veist, það er eitthvað, maður fer hana og maður veit ekkert hvað er að fara að gerast og maður veit ekkert hvað, þannig séð, skilur við, Einmitt. hvað er að fara að fæðast og það er eiginlega alltaf eitthvað snill. Já. Þú veist,
vissulega er alveg erfitt líka skilur og komum upp einhver erfið máli eða eitthvað erfitt að díla við eitthvað en flestar opnanir í félagsmiðstöðinni eru bara maður er með glöðum krökkum sem eru að upplifa geggjaða hluti og maður er einhvern veginn með þeim í og það er ekki hægt að finnast það leiðilegt það er bara geggjað það er held ég svona það stærsti kostur við þetta það er ógeðslega skemmtilegt starf. Já, en ef við kannski svona aðeins rýnum til gagns og hvað hafið þið fengið út úr þessu? Þetta er stór spurning, ég veit það. En hvað eru að taka með ykkur? Mér finnst sko þetta er náttúrulega fáralega gefandi sko. Já. Og en svo aftur á móti líka þú veist maður það er ekki skyldumæting í félagsmiðstöðina því miður. Það var ekki en þú veist maður kannski eins og með bara unglingastíð maður kannski svona já kynnist kannski svona 50% mjög vel og veist, mitt markmið er einhvern veginn alltaf að gera daginn þeirra betri veist, en hann gæti verið og svo sérstaklega skemmtilegt að maður nær náttúrulega að vinna bara með sama hóp frá 8. upp í 10. bekk en maður sér eitthvað svona þú veist, einstakling sem er þú veist inn í skelinni eða svona og svo í 10. bekk þegar hann útskrifast að þá er hann bara svona orðin meira open og bara svona, þú veist, greiðlega tilbúin bara að takast á við lífið og ef við, þú veist, eða mér finnst það að við höfum náð að hjálpa þeim náttúrulega bara í svona að bæta samskipti þá fer maður glaður á kottan sko og svo hittir maður náttúrulega þessa krakka þú veist bara í framtíðinni og gaman að fylgjast með þeim og það er líka eitt sem að verða að koma fram fyrir þá sem er að spája að vinna þessa vinnu því að það er kannski ekkert svona mikið af fríðindum sko en það er ein fríðindi fólkin í þessu að allir þessi krakkar þeir fara út á vinnumarkaðinn kannski milli 16 og 20 þú ert alltaf að fara að fá fría pulsur eða þú veist einhverja hjálpa þær í Vodafone eða er það síminn það er alls konar svona sem að þú veist, það byggist upp sko mannlegt klippikort sem þú færði eitthvað með Akkurat, ég meina að hann fekk afslátt á hann bara í tölvutek sko að því að gaman úlingur hjá mér að vinna Já, ok Það er svona ekki torfa með mér allt sko Já kannski skjóta sér tölvutek eftir aðeins En já, svona ef við erum á alveg lögu nótunum þá var það, þú veist, þetta að maður sér einhvern árangur og já Ég hef alltaf sko skilgreinda sem svona hinn launaseðri Já Þú veist, þegar maður okkur tollum maður í þessu starfi og svona það er einmitt bara að fá þessa greiðslu sko þegar maður hittir hann gamla úlinga og hann segir eitthvað sem maður sagði við hann eitthvað tímann sem maður man ekki einu sinni sjálfur sko fattar ekki sjálfur hvað svo mikil áhrif maður hefur sko. Algjörlega og Hvað er þú að taka með þess Steinar? Það er í rauninni bara að ég til maður því að mér langar kannski aðra svona peppa kannski aðra í þessu dæmi því að manstu þú komst niður í eitthvað til mín daginn og við vorum í einhverjum pælingum og það voru unglingar inni hjá okkur og þau voru ekkert með í þessu við vorum að pæla í hvað er nauðsynlegur búnaður í félagsmiðstöð manstu eftir þessu og við vorum í einhverjum alls konar pælingum eitthvað þú veist borðtennisborð og þetta þarf að vera og eitthvað svona og svo ákvað ég að spyrja stelpu sem að situr þarna í 8. bekk og segja þú veist hvað er staðalbúnaður í félagsmiðstöð og hún vissi ekki hvað staðalbúnaður var þannig að ég sagði svona hvað þú veist hvað nauðsynlegt sem þarf í félagsmiðstöð til að virka og hún sagði það áðans að hugsa sem þið þú veist og það var svo það er þetta skilur þú veist sem heldur manni kannski líka í þessu að þú veist þau vita alveg þeim finnst miklu þú veist þau áttar sér á því að það er mikilvægt að hafa betra starfsfólk og gott starfsfólk heldur en að hafa dýrasta borðtennisborðið sko. Og það er þetta þegar maður upplifir þetta frá þeim að þau fíla mann það mikið skilur að þau eru bara að mæta þarna út af starfsfólkinu það er kannski svona það sem að heldur manni líka í þessu og er svona gefandi við þetta sko. Ástæða baka er að skila sér það er náttúrulega manniðurinn það er svo mikilvægt að hafa frábært starfsfólk í þessu Já sko þá
Ég aðalega að tala um sko hina. Ekki þig. Já, Jú, eða þú veist. þú ert frábærstunum. Já, takk. En, já. Já. Hvað getur við spjallað um meira? Með ykkur hugmyndir? Já, en þú ert bara sammála, þú vildir ekki koma með eitthvað Já, nei, jú, hvað? Með, Eða bara hvað ertu að fá út úr sig, þú ert alltaf búin að vera lengst í þessu af okkur, sko. já. Nei, það er bara klárlega, þú veist, þetta er langstærsti punktur sem þú nefnir, þessi Já. hinn launaseðl, sko. Og svo líka bara þess að gott að halda sér ungum með því að vera í þessu. Algjörlega, sko. Þú veist, að vita bara hvað er nýjast og vera svona meðan Ég byrjaði ekki að hlusta rap fyrir en að ég fór að vinna í félagsbæstu, sko, þú veist, íslenskt rap. Já. Nákvæmlega. Þá var MC Gauti, þú veist, átti markaðin. Mhm. Svo var maður bara, þú veist, já, hitta sína vinnu og bara eitthvað, er búin að hlusta nýja lag með Flóna? Bara, hver er það? Já. Æ, það var svona yngist alveg, sko, og veist, mér leið bara, sérstaklega árin ég var forstöðumaður, að þá leið mér bara svona þess að ég væri 16 ára. Já. Aftur. Ég held líka að maður, Geggjað, sko. ég held að maður byrja að deyja þegar maður hættir að fylgjast með og vera á tánum, skilur. Já, Þessi gamli maður sem hættir að lesa mokkan, það er ansið stutt eftir, sko. já, Þannig að ef við erum ekki á tánum hvað er að gerast, þá erum við byrjað að deyja, bæli. það er alveg rétt, sko. Við erum komin í ansið dramatist hérna. En þetta er alveg punktur í þessu sko. Já, góður punktum er saman. Það er góða punktur í þessu. Og hérna, já. Ætli, hvað, er þið með eitthvað? Þú ert með eitthvað meira? Ég er að pæli hvort ég getur hringt eitthvað. Nei. Ég var að heyra, fá eitthvað annað teika á þessu. Sko, ætli að Amanda sé við það. Ég var að heyra í henni. Bara prófum. Það er yfirmaður okkar. Hún veit nú ekki af þessu, sko. Það hringir. Svarar ekki. Nei, ég held að hún nenni ekki að tala við þig í dag. Nei. Svarar mér ekki alltaf. Jæja, þá Það er fjall svo gott að fá þetta teik að því að Amanda einmitt sko. Já. Þetta er svona. Er þið með númerið á Viktori? Viktor í Samfés? Já. Nei, ég held ekki. Þetta er ekki með númerið hans? Nei. Ekki heldur. Það getur ekki hringt í hann. Nei. En svo er líka eitt í þessu, sko, er náttúrulega hvað fólkið, þú veist, þessari vinnu er skemmtilegt. Þetta er, þú veist, all landið. Já. Samansafn af svona snillingum. Einmitt. Þú veist, það ekki bara skila sér greinilega skemmtilegasta fólkið á Íslandi. Eru allir aðalar samfés? Já. Og þess að geggja að fara einmitt á, hérna, þú veist, landsmót eða aðalfund og hitta þessa meistara. Já. Pælið því, það er ekki búin að, hvenær voru starfstæði síðast? Það er orðið svolítið Allavega á síðan. Er það á síðan? Allavega. Það er ekki meira? Jú, potið meira. Ég hef saknað það sko. Já. Þetta er búið að vera hápunktur ársins nánast. Það hitti alla. Já, og svona smá svona kickstart bara inn í veturinn, sko. Já. Algjörlega, sko. Það er líka bara svo mikið að þetta tilheyra, sko. Þú veist, þannig þið þarna úti sem eru í félagsmyndstunum og eru ekki að mæta, maður er joinið. Það gefur mann svo mikið. Já. Ekki bara að hitta snillinga, heldur líka snillinga sem brenna fyrir sama hlutnum. Já. Ég gera það stundum, ég ringi svona út á land. Já. Og svona bara... Og ringi stundum út á land. Já, þú veist, í starfsmenn út á landi. Já, ok. Bara svona, hvað er þetta? Já. Það er fallegt. Og líka einmitt svona upp á svona tengslamyndun eins og hérna að nýta sér það þegar maður er kannski að fara í ferð með ráðið sitt. Já. Þá ringi ég hérna á Akranes. Eru þeir með gistingu fyrir okkur? Já. Búin að leggja þess inn. Búin að leggja þess inn, sko. Já, auðvitað fyrir þig. Já. Þannig að góðar kveðjur á landsbyggðina. Þetta er geggjuð hugmynd, sko. Svona hendaði út að hvetja aðra til að gera slítið sama, sko. Algjörlega. Bara hringi í hvort annað. Já, við verðum að gera það. Ekki? Jú. Og sérstaklega á þessum tíma. Klukkan... Nei, 2:30. ekki á föstudögum. Klukkan 2:30. Sérstaklega þessi. Nei. Ég er að tala um svona erfið tími, svona eins og, já. Já. Á COVID-tímum. COVID-tímum, sko, þetta er náttúrulega búið að vera svona, þetta er búið að vera erfitt. Já,
Shit, hvað var leiðilegt þegar félagsmiðstöðvarnar lokuðu í COVID. Já, Þá upplifði ég leiðindi í vinnunni. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn með það, sko. Og sá maður Fyrsta svona, skipti, ég var búin að gleyma það mér sér. Þegar það var svo gaman aftur Já. þegar við opnuðum. já. þetta starf svona, veldur svolítið á því að geta það mitt verið í raunheimum. Já, algjörlega, Þetta sko. Þá heitt ég alveg fínt í hófi. Já. Þannig að, Það var einmitt, þú veist. Já, það var bara erfitt. Já, Ég hugsaði, ég finnst það krefjandi. mér finnst það krefjandi. Mér tími. finnst það krefjandi. Mér finnst það, en það voru krakkarnir líka þyrstir í að mæta aftur, sko. Já, Þegar við opnuðum. og bæði voru líka svo heppnir í Kópavogi, þú veist að vera með fyrsti sumaropnun í félagsmiðstöðunum, þú veist. Í mörg ár. Eftir svona leiðilega vetur, Já. að ná svona góðu sumri. Já. Það gaf náttúrulega alveg, gaf okkur eitthvað. gaf okkur eitthvað sko. Satt, sko. Og svo var bara partíið búið þarna fyrir hausts. Já. Þannig að, já, Þetta er flókið líf, eins og maðurinn sagði. já. En þú ert svo eini á okkur sem hefur farið í námið. Já, Var það ekki ógeðslega skemmtilegt líka? jú, það var líka, það var mjög gaman, sko. Það var líka, þú getur hugsað bara að vera í 3 ár í námi með þessu snillíkur sem við ætlar að vinna. Já, sem Svo á vettvangi, sko. Já, Og líka alls konar vettungum. Og líka maður lendir svona, þú veist, það var ykkur sem voru að bara fara í þetta fyrsta sinn og aldrei unni við þetta og svo líka svona ákveðin kjarni sem var búin að vera að vinna við þetta og ákveða að fara í námið og þannig maður kynntist alveg frábæru fólki og grætti mikið á, sko. En býtu, þú varst alveg með þeim fyrstu, ekki? Nei, Ekki? ég veit ekki, nei. hann er ekki svona gaman. Nei. Nei, Nei. Ég fór svona samt líka í námið, Tóra mín. já, það. Já. Ég var Reyndar bara ekki allt 15 einingar eða eitthvað. Nei, alveg, það er bara 100 eða eitthvað. Já, var það ekki mannfræði? Jú, ég tók mannfræðin, svo tók ég tónstafræðina líka með, sko. Já, já. Hvernig lítur þú svona á félagsmyndstöðun út frá mannfræðilegu sjónarhorni? Ég hætti að pæla í mannfræði eftir að ég fekk, B.A.-gráðuna. Nei, djók. Nei, Þú veist hvað? ég fekk B.A.-gráðuna. Já. Nei, Þannig þú upplifir aðeins svona stakkarhlíðar líka menninguna. Það var svo gaman svona, Já, maður var í kennaranáminu en var samt að fylgjast með hinum sko. Sástu hvað var gaman í þeim? Já, það var samt alveg gaman í kennú líka sko. Ég mæla alveg með því sko, en ég á sínu tíma þá var ég svona að velja á milli þessara tveggja námskrina, en ég valdi kennaran af því að ég held að það væri svona meira. Þetta frænkurnar var búin að segja við þig. Frænkurnar kemur miklu kennara ætt sko í báðum. Nei, og ég held bara einhvern veginn að það væri svona, ég geti verið meira fullorðinn í því. Já. Og það er líka kannski eitthvað svona hugsunarháttur sem þarf að breytast sko. Já. Þú veist, maður er alveg fengið spurningu hvað ætlar að vera bara eitthvað fyndu kall hérna félagsmyndstöð með úlingum. En alltaf sko, það var kona sem vann í félagsmyndstöðinni minni þegar ég var unglingur, sem var einmitt Mikið legend. mikið legend. Já. Hún, og segja hver er það? Já, Hrafnhildur Ástþórsdóttir. alltaf nefndropa henni maður. Geggjuð, sko. En hún var einmitt eldri, eða svona, veist, hún var ekki, ég veit endar ekkert hvað hún var gömul þá, svona off the top of my head, en hún var ekki, ég tengdi örugglega meira við hana heldur en marga yngri, sko. Þú veist, þannig að ég er alveg, mér finnst fáránlegt að hugsa þetta starf út frá eitthvað aldri eða hvað þarf að vera, þú veist, að þú ert orðinn og gamall í þetta starfi eða eitthvað, sko. Þú veist, Habba var bara, Ég held að hugsa þetta sko út frá hjartastærð. já, ég held að, Skilur við bara með hversu stórt hjart ertum í þessu og hversu stórt hjart í alvörinni, sko. Já, það er líka einn punktur sko að unglingar eru mjög lélegir í að fatta aldur sko. Já, Þú veist, ég get alveg haldið að 25 ára gæði sé sko 40 ára sko, þannig að ekkert vera að hrætti það sko. nei, nákvæmlega. Bara, En ef þið eru að pæli að fara að vinna í félagsmyndstöðun þá bara kýla á það, sko. já, Sama hvað eru gömul, bara þeir eru með stórt hjarta, bara go for it, sko. algjörlega sko. Algjörlega, sko. Mér finnst alltaf, já, Ég náttúrulega vann lokarkinu mitt í tónstafræðinni. Tók fyrir aðeins ekko og tók höppu í viðtal og nokkra einstaklingar sem voru virkir í félagsmyndstöðunni. Fekk svona þeirra sýn á þannig að ég er svona hefaleg, ég veit hvernig hún virkaði, sko. Bara Geggjuð, sko. geggjuð, bara hreinræktuð. já, Það eru ekki margir eins og hún, sko.
því miður. Já. Þannig að En í hvað félagsmyndu varst þú, Tóri? Ég var í Echo. við erum svo miklir auðlar hérna. Já, þið voru alltaf báðir í Ekko. Já. Þannig að við fengum nánast sama uppeldi og höfum svona sömu fyrirmyndir. Já, samt svona, eins og þeir eru. Já. Já. En það sem ég fílaði líka sko, eins og við sko, hann Friðjón sem var reyndar fallið frá núna, að hvað var til að fara svona ekstra svona langt til þess að, þú veist, láta okkar drauma svona upphittast. Eins og, þú veist, ég fór, þegar ég var í 10. bekk, þá var ég í hljómsveit og við fórum til Vestmannaeyja að spila á einhverju rock-hátíð, þar sem að Brain Police var að spila og einhverja færiskar hljómsveitir og við vorum bara einhverju unglingar hérna í backstage bara með einhverju fullorðnum mönnum og taka hérna cover af Metallica. Þú veist, þetta er ekki að gerast í dag, alveg, sko. Þú veist, þetta er algjör steypa, sko. En það þarf einmitt einhverja, þú veist, Stórt hjarta. Eitthvað svona, Já, eins og fyrir því hann var Já. það, gerði þetta, legend, sko. Já. Þú veist, Og þessi gleymum maður aldrei, sko. Þetta er bara svona hefur áhrif bara, þú veist, bara munið þau fórum til Vestmannaeyja, þú veist, gistum í félagsmiðstöð, fórum á rocktónleika, einhverju hótaði að berja mig, þú veist, því að ég var eitthvað, svona, ég sagði eitthvað svona við krátið, svona eitthvað, er ekkert líf í ykkur? Einmitt. Og þá bara eitthvað, en bara ógeðslega skemmtilegt. Já. En ef við stúdum þetta, þið voru saman í skóla og ég hef nokkert heyrt svona af því að þér stafaði svolítið ótti af honum, þú veist, hann var eldri en þú. Torfi 2 ára myndri, já. Já. Nei, ég var aldrei hrættur við Torfa, sko. Nei. Það voru víst mjög margir hrættir við Torfa. Því ég og Torfi, við byggum líka í sömu götu, sko. Þannig við erum bara að þekkast Torfa, við vorum mjög litlir, sko. Ég var náttúrulega með sítt hár og teina, þannig að það verið svona ófrýnilegur maður. Ég látt ekki svona fallegu maður. En hérna, það voru margir hrættir við Torfa, sko, því að hann var svona, mitt í metalhljómsveit. En samt heyrir maður svona, ég held að, þú veist, félagsmiðstöðarstarfsmaður Torfi, hann hafði byrjað þarna á fótboltavöllinu í Vesturbænum. Á fótboltavöllunum? Já. Í Vestmannaeyjum? Nei, Í Vesturbænum. Já, Vesturbænum, já, einmitt. Þar hófst þeim ferill, sko, þrátt fyrir ungan aldur. Er það ekki? Jú. Þú varst að fara þarna og smala í hóp og... Jú, sko, ég hætti í íþróttum, Já. körfubolta, til þess að vera rockstjarna í félagsmiðstöð. Já. Þú veist, ég fór í félagsmiðstöðuna í staðan fyrir að fara körfuboltaæfingar Já. og var alltaf hérna hljómsveitaræfing á 50 dögum. Þannig að maður er alltaf svo spenntur, þú veist, að telja niður bara 50 dagana bara, þá er ég að fara, þú veist, rokka með strákunum í félagsmiðstöðinni og svo ætlum við bara að fara að spila tónleikum og vera bara að spila ásatíð og kóparokki og bara svona, þetta var geggjaðir tímar, sko. Já. Þannig að, og það er, þetta gerist ekki þetta sjálfur sér, þetta er bara starfsmennunum að þakka, sko. Já, einmitt. En þú varst að smala öllu þorpinu út í fótbolta á svona, á þennum yngri árum, eða ekki? Þú gerði það, sko. Já, ég hef alltaf verið svona sósíal. Þú var alltaf verið sósíal, já. Mikið svona, ég fann það alveg, veist, ég var alveg svona, get takka pappa mínu fyrir það að við var að vinna með honum í smíðinni, sko, veist, þá áttaði maður því að ég vildi frekar vinna með fólki heldur en döðum hlutum, sko. Já. Þannig að, já, hvað sem að maður verið kennari eða starfsmaður í félagsmiðstöð, þá var ég á hárréttum stað. Þú ert líka með drífandi, sko. Já. Þú ert alltaf til í þegar þú kemst í gýrin, sko. Þá færðu, þá hrífurum hann alveg með þér, sko. Sem að leiðist einar. Takk fyrir. Taka rósringa. Já. Við erum ekki... Ég veit ekki, erum búin? Við erum búin á tíma. Við erum á tíma. Já, ég held þetta sé fyrir að koma gott að aðri, sko. En strákar, alltaf heiður að fá að vera með ykkur. Sömuleiðis. Já, sömuleiðis. Gaman að hringja. Já, ég held að hann vil leiða mér að sleppa. Já, heiður að fá að vera með ykkur. Sömuleiðis, takk. Sömuleiðis. Halda áfram að vera þið og með stórt hjarta. Sömuleiðis, Það Björn. ekki. Jú. Við þakkum fyrir hérna ára settinu. Þetta var þetta áhugavert. Lifið vel.